Komið sæl, Jóhann Gretarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Og þá komið að því að við förum yfir leksíu númer 25 og yfirskriftin á henni gjöf heilags anda. Og þá mun ég lesa innganginn. Maður nokkur bjó sig undir það að nota rafmagnsborvél til að geta framkvæmt ákveðið verkefni. En þegar hann tók í gikking gerðist ekki neitt, enda hafði hann ekki stungið rafkaplanum í samband. Þannig það með öll raftæki, þau þurfa að vera sett í samband við orkuna sem knýr þau áfram. Þegar búið að setja í samband virkar tæki vel og verkefnið klárast fullkomlega. Eins því varið með fylgjendur Jesú Krists. Þeir þurfa nauðsynlega að vera tengd við uppsprettu kristilegra reynslu sem einmitt Jesú Kristur. Í sama gildir andlega reynslur. Þar getum við ekki upplifað án heilags anda. Og þá förum við í spurningu númer 1. Hún hljómar svo, hver heilagur andi? Og þá vísað í síðara Korinthubréf 13:13. Náðin Drottins Jesú Krists, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda sé með yður öllum. Og svo segir hér að heilagur andi persóna Guðdómsins og stundum talar kristið fólk Guðdóminn sem þrenningu og Biblían minnist hvergi á það hugtak. Orð Guðs kennir að til sé aðeins einn Guð sem samastendur af 3 persónum, Föðurnum, Syninum og heilagum anda. Og hver og einn þessara 3 persóna og þessar 3 persónur eru sem einn Guð. Faðirinn ekki sonurinn og sonurinn ekki heilagur andi og andinn ekki faðirinn. Þó eru þeir allir sem eitt og í fullkominni einingu og hver og einn þeirra eilífur og almáttugur. Það svo merkilegt, Jóhann, að bara vegna þess að við getum ekki skilið þetta, að þá svo margir sem að hafna því að það getur verið 3 persónur í einni. En svona Biblían, hún fullyrðir þetta, að það séu 3 mismunandi persónur. En við sjáum betur eftir því sem við lesum áfram. Nákvæmlega. Þá það spurning nummer 2. Kennir Biblían það að heilagur andi sé persóna? Og þá vísað í Postulasöguna 5, 3 og 4. En Pétur mælti, Ananías, hví fyllti Satan hjarta þitt svo að þú laugst að heilugum anda og dróst undan að verði landsþíns? Ekki hefur þú logið að mönnum heldur Guði. Og svo segir hér að þegar Ananías og Safíra lugu samskipti sín við Guð og söfnuðinn, sagði Pétur að lygi þeirra væri í reynd lygi gagnvart Guði. Þetta sýnir að heilagur andi ekki aðeins Guð, heldur einnig sé mögulegt að ljúga að honum, þar sem hann persóna. Og þar sem heilagur andi þar með sagður vera Guð, þá hann persóna ekkert síður en faðirinn persóna. Ég hef tekið eftir því að margir telja að af því að Biblían og þar með Guðdómurinn telur í Biblíunni, orði Guðs, að heilagur andi sé persóna, að það getur ekki verið að því hann heitir heilagur andi eða andi og andi ekki sjáanlegur, ekki áþreifanlegur og þess vegna honum hafnað sem persónu. En við verðum að gæta okkar á svona röksemd því að Jesús sagði Guð andi og enginn hefur séð hann. Svo ef Guð andi í Biblíunni, kallaði það, hver eru við þá að segja sér ekki persóna? Því að við byggjum til hans og við þökkum honum fyrir Jesús sem að gaf okkur til hjálpræðis. Guð raunverulegur, sonurinn raunverulegur og heilagur andi raunveruleg persóna. Og svo líka að vísa hér í Jóhannes 16:13. En þegar hann kemur andi sannleikans, mun hann leiða yður í allan sannleikan, og hann mun ekki mæla sjálfum sér, heldur mun hann tala það sem hann heyrir og kunngera yður það sem koma á. Og í allmörg skipti í þessari yfirlýsingu ræddi Jesú heilagan anda sem væri hann persóna, og heilagur andi ekki ópersónlegu kraftur, heldur fullgildur meðlimur Guðdómsins sem elskar fólk Guðs og leiðbeinir þeim. Og þá það spurning nummer 3. Hvaða loforð gaf Jesú varðandi heilagan anda?
Og þá lesum við í Jóhannes 14, 16 og 18. Ég mun biðja föðurinn og hann mun gefa yður annan hjálpara og hann sé hjá yður að eilífu. Ekki mun ég skilja yður eftir munaðarlausa, ég kem til yðar. Og svo segir hér að Jesús lofaði því að hann myndi senda þeim annan hjálpara. Jesús sá til þess, þegar hann sneri aftur til himins, að senda fólki hans hér á jörðu þennan hjálpara sem heilagur andi. Og þá það fjórða spurning. Hvernig hjálpar heilagur andi okkur til þess að upplifa nærveru Jesú? Og þá lesum við í Jóhannes 14, 17 og 18. Hann sé hjá yður að eilífu, andi sannleikans sem heimurinn getur ekki tekið á móti, því hann sér hann ekki né þekkir. Þér þekkið hann, því hann hjá yður og verður í yður. Ekki mun ég skilja þér eftir munaðarlausa, ég kem til yðar. Og einnig í 1. Jóhannesarbréfi 3:24. Sá sem heldur boðorð Guðs stöðugur í Guði og Guð í honum. Að hann stöðugur í oss þekkjum við af andanum sem hann hefur gefið oss. Svo segir hér að það heilagur andi sem leiður okkur inn í nálægð Jesú Krists. Jesús lifir í okkur fyrir tilstilli heilags anda. Og þá það spurning númer 5. Hvert hlutverk heilags anda? Og þá lesum við í Jóhannes 16:13. En þegar hann kemur, andi sannleikans, mun hann leiða yður í allan sannleikan. Og hann mun ekki mæla af sjálfum sér, heldur mun hann tala það sem hann heyrir og kunngjöra yður það sem koma á. Hér sjáum við að það heilagur andi sem leiðir okkur í allan sannleika. Já, einmitt. Svo við rötum í villu ef við tökum ekki mark á heilagum anda. Nákvæmlega. Og svo segir einnig hér að það hlutverk heilags anda að leiða okkur til skilnings á sannleika Biblíunar. Og Sálmatur 119, 130 segir okkur að útskýring orðs þíns upplýsir gjörir fávísa vitra. Og þetta gerir heilagur andi. Davíð ritar þannig verk og starf heilags anda. Nú svo einnig vísa hér í Jóhannes 16:8. Þegar hann kemur mun hann sanna heiminum hvað synd og réttlæti og dómur. Og það hlutverk heilags anda að samfara syndarann syndina og að gefa honum skilning á réttlæti og komandi dómi. Án þessara þjónustu heilags anda væri okkur ómögulegt að upplifa andlegan vöxt og kærleika til Guðs og að lifa helguðu lífi. Og svo einnig hér vísað í Jóhannes 15:26. Þegar hjálparinn kemur sem ég sendi yður frá föðurnum, sannleiks andinn útgengur frá föðurnum, mun hann vitna mig. Og heilagur andi talar Jesú og leiður okkur inn í nálægð hans þegar við leitum hans. Og það einnig hlutverk heilags anda að skapa lindisengun frelsarans í okkar lífi. Og þá það spurning númer 6. Af hvað miklu leyti ætti heilagur andi að hafa áhrif á okkar líf? Og þá lesum við í Efesus 5:18. Drekkið yður ekki drukkna af víni, það leiðir aðeins til spillingar, fyllist heldur andanum. Og einnig í Postulasögunni 1:5. Jóhannes skýrði með vatni, en þér skulu skýrðir verða með heilagum anda, nú innan fárra daga. Og svo segir að Guð þráir að fólk hans fyllist af heilagum anda, en þessu líkir Jesú sem skýrð heilags anda. Stundum ég spurður hvers syndin sem ekki verður fyrirgefin. Já. Það syndi gegn heilagum anda og þá viljum við fá að vita, já, hver hún nákvæmlega? Einmitt. Það þegar þú hafnar leiðsögn heilags anda. Já, einmitt, nákvæmlega. Nú þá það spurning númer 7. Hvað gerist í lífi þeirra persónum sem fyllist heilagum anda? Og þá lesum við í Galatabréfinu 5:22 og 23. En ávöxtur andans kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hógværð og bindindi. Og svo segir hér að þegar að heilagur andi kemur inn í líf þitt, muntu upplifa andlegan vöxt sem gerir þér mögulegt að líkjast Jesú Kristi.
Verk holdsins, eins og vísað í Galatabréfinu 5, 19-21, hverfa og í stað þeirra kemur ávöxtur andans og það sem auðkennir lindisengun Jesú í lífi allra sem trúa. Og Páll postuli skrifaði, en ég segi lifið í andanum og þá fullnægi þér alls ekki gindum holdsins, eins og segir einnig í Galatabréfinu 5, 16. Og þá það spurning nummer 8. Hverjar eru gjafir heilags anda? Þá lesum við í 1. Korinthubréfi 12, 8-10. Einum fyrir andan gefið að mæla af speki, öðrum að mæla af þekkingu í krafti sama anda. Hinn sami andi veitir einum trú, öðrum lækningagáfu og öðrum kraft til að framkvæma undur. Einn fær spádómsgáfu, annar hæfileika að greina anda, einn að tala tungum og annar að útleggja tungutal. Og svo segir hér að gjafir heilags anda eru sérstakir hæfileikar sem hann gefur trúuðum til að gera þeim mögulegt að stuðla að vexti og þroska safnaðarins. Sumar gjafir leiða af sér jafnvel kraftaverk og í Rómverjabréfinu 12, 6-8 og Efesus 4, 11-13 eru fleiri gjafir nefndar. Stærstu gjafir heilags anda sem við eigum að sækjast mest eftir eru trú, von og kærleikur, þetta þrennt, en þeirra er kærleikurinn mestur. Þá sjáum við hvað heilagur andi okkur mikilvægur til þess að reynast virkilegi postular eða lærisveinar Jesú Krists. Já, það er líka eftir þetta vert að það er engin gjöf, ein gjöf sem allir fá og það, allar gjafir eru mismunandi eftir því. Alveg hárrétt, já. Þá komum við að spurningu númer 9. Hver ákveður hvaða gjöf hver fær? Og það lesum við í 1. Korinthubréfi 12, 11. En öllu þessu kemur til leiðar eini og sami andinn og hann útbýtur hverjum einum eftir vildsinni. Og svo segir hér að þó sumir vilji óska eftir einhverju gjöf sér til handa, þá er það aðeins heilagur andi sem ákveður hvað hver fær. Nákvæmlega. Og þá er það 10. spurning. Hvernig meðtökum við heilagan anda? Það lesum við í Lúkas 11, 13. Fyrst þér sem eru vondir hafið vitað að gefa börnum yðar góðar gjafir. Hve miklu fremur mun þá Faðirinn himneski gefa þeim heilagan anda sem biðja hann? Og svo segir hér að það er eins einfalt að meðtaka heilagan anda eins og það að biðja Guð slíka gjöf. Guð er nefnilega mjög svo fús að gefa okkur þessa gjöf og þess vegna er einfalt fyrir okkur að biðja hann að uppfylla þessa þrá okkar. Og þá er það spurning númer 11. Hver er syndin sem ekki verður fyrirgefin? Og það lesum við í Mattheus 12, 31 og 32. Hver synd og guðlöstun verður mönnum fyrirgefin, en guðlast gegn andanum verður ekki fyrirgefið. Hverjum sem mælir gegn mannsyninum verður það fyrirgefið, en þeim sem mælir gegn heilagum anda verður ekki fyrirgefið, hvorki í þessum heimi né í hinum komanda. Það er merkilegt að það er tekið svo sterkt til orða að hvernig sem þú formælum Guði eða syninum, allt það er fyrirgefið. En ef þú formælir gegn heilagum anda, þá er spurningin hvernig er það hægt eða hvernig gerist það? Ef þú tekur ekki mark á heilagum anda og skeytir engu það sem hann er að leiðbeina þér eða að kenna þér og þá er engin önnur leið til að bjarga okkur frá syndum okkar ef við tökum ekki sönsum eins og við orðum það frá heilagum anda eða leiðsson hans. Það er að drýja syndina sem ekki verið fyrirgefin, ekki vegna þess að Guð vilji ekki, heldur vegna þess að við viljum ekki taka á móti gjöfinni sem er í gegnum heilagan anda og leiðsson hans. Það er svona eins og við erum að hafna því sem að Guð hefur gefið okkur til að verða betri persóna. Eins og Guð gaf okkur soninn og það eru undursamleg gjöf okkur til hjálpræðis. En heilagur andi er ekki síðri gjöf. Nákvæmlega. Og svo segir hér að syndin sem ekki verður fyrirgefin er syndin gegn heilagum anda.
Fremur en einhver ákveðin synd, þá það ástand syndarinnar sem skiptir máli. Með öðrum orðum, sé einhver synd ekki viðurkennd, þá hann ekki fyrirgefin. Og sjá 1. Jóhannesarbréf 1:9. Ef við játum syndir vorar, þá hann trúr og réttlátur, svo hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglændi. Og það ekki hægt að fyrirgefa synd sem við viljum ekki játa fyrir Guði. Og það einmitt heilagur andi sem að sannfærir okkur synd. Akkurat. Þannig að ef við viljum ekki hlusta á hann, þá sannfæristu við aldrei synd og þá getum við aldrei leitað til Guðs fyrirgefningu. Og svo það hérna næsta spurning, nummer 12. Hvernig byrjum við synd? Eða guðlast gegn heilagum anda? Nákvæmlega. Og þá segir það hér að þessi ritning synd sem ekki verið fyrirgefin í samhengi við lækningu á manni sem var haldinn illum anda, blindur og mállaus, eins og segir frá í Mattheus 12:22. Og farisæarnir sögðu að þetta kraftaverk hefði verið gert með tilstilli Satans og þannig höfnuðu þeir ekki aðeins Jesú, heldur einnig heilagum anda sem vitnar Jesú og samfærir okkur sannleika Guðs. Og í kærleika sínum Guð umburðarlyndur og þolinmóður við syndara og hann vill ekki að neinir glatist. En ef við stöðulega höfnum samfæringu heilags anda, þá ekkert sem getur hjálpað okkur. Ófyrirgefanleg synd í raun að hafna öllum tilburðum heilags anda og neita iðrun aftur og aftur og aftur. Og sá sem hugleiðir hvort hann eða hún hafi syndgað gegn heilagum anda, getur verið viss að það enn tími til að gefast Guði, því að sá sem drýgir ófyrirgefanlega synd hefur enga löngun til að hugleiða stöðu sína við Guð. Það var talin mesta synd í Biblíunni að þegar einhver taldi sig vera Guð. Já. Og alveg eins ef að menn ekki sem sagt ansa heilagum anda, þá það líka guðlast. Vegna þess að við teljum þetta ekki vera Guð að verki í anda sínum til okkar. Nákvæmlega. Og þá það 13. spurning. Hvaða aðvörun okkur gefin varðandi heilagan anda? Og þá lesum við í Efesus 4:30. Hryggið ekki Guðs heilaga anda sem þér eru innsiglaðir með til endurlausna dagsins. Og svo segir hér að við getum valdið heilagum anda mikilli hrygð með þrjósku okkar og höfnun á viðleitni hans í lífi okkar. Og þegar við leifum honum ekki að leiða okkur til iðrunar, höfnum við einnig fórn Jesú Krists okkur til sáluhjálpar og þar með höfnum við einnig kærleika Guðs föður sem gaf okkur soninn. Og við lesum afleiðingar slíkar höfnunar á starfi heilags anda sem leiddi til tortímingar næstum alls mannkynsins á dögum Nóa í 1. Mósebók 6:3. Þá sagði drottinn: Andi minn skal ekki ævinlega búa í manninum, með því að hann einnig hold, verið dagar hans nú 120 ár. Við vitum ekki hvenær það gerist að syndarinn hafi drýgt syndina sem ekki verið fyrirgefin, en af þessari yfirlýsingu Biblíunnar kemur að því að heilagur andi hættir viðleitni sinni. Jóhann, þegar Páll postuli skrifaði það sem þú varst að lesa rétt áðan, að við eigum ekki að hryggja heilagan anda. Þetta betur en nokkuð annað lýsir því hver mikil persóna heilagur andi það hægt að gera hann hryggan. Og að hryggja hann, það syndin gegn heilagum anda. Því að hann sorgmættur yfir því þegar við höfnum leiðsögn hans eða hann leiður okkur til iðrunar, hann beinir athygli okkar til Jesú Krists og fórnar hans og blóðs hans úthelt á Golgata fyrir okkar syndir. Svo ef við ekki tökum sönsum í þessu efni, að þá erum við að hryggja hann, við erum að guðlasta, að ansa ekki heilagum anda og það guðlast ekki síður en annað. Einmitt. Og svo náttúrulega líka þegar við hlustum ekki á hann og þá hættum við að heyra í honum fyrir rest. Endalega þá gerist það, Nákvæmlega. Gott. Og þá það spurning númer 14. Hver sá sem heilagur andi leitast við að upphefja á meðal okkar? Og þá lesum við Jóhannes 16:14. Og hann mun gjöra mig dýrlegan,
því að mínu munnan taka og kunngera yður. Og svo segir hér að heilagur andi persónulegur fulltrúi Jesú Krists í þessum heimi. Starf hans felst í því að laða allan heiminn til Jesú og að hvetja alla til að gefast honum algjörlega og að kynnast kærleiksríkri lyndiseinkunn hans. Jesú sagði að það væri okkur til góðs að hann færi, því annars verður heilagur andi ekki sendur til okkar, eins og segir í Jóhannes 16:7. Og þessi skilningur á starfi heilags anda hjálpar okkur til þess að sjá að gjafir andans eru ekki gefnar til þess að draga athygli að okkur sjálfum, heldur að Jesú honum til vegsemdar. Og heilagur andi að störfum lýsir einna besti lyndisengun guðdómsins. Og þá á ég við þeirra allra, það er föður, sonar og heilags anda, að hann upphefur Jesú, hann upphefur föðurinn. Hann talar ekkert við sjálfa sig. Nákvæmlega. Það sýnir hversu bara kærleiksríkur hann og hjálpar okkur til að skilja guðdómi betur, að það guðdómurinn ekkert að upphefja sjálfa sig. Nei. Og heilagur andi alveg sérstaklega, allt í gegnum Biblíuna, þó að hann sé oft minnst á hann, að þá var hann aldrei að tala um sjálfa sig. Nei, mitt, og svo líka með Jesú Krist, hann upphaf föðurinn, hann var ekki upphefja sjálfan sig. Nákvæmlega. Þannig að þetta svona allar persónur guðdómsins eru, þannig vilja ekki upphefja sjálfan sig, heldur einhverja aðra persónu. Jafnvel almætti Guðs, í hvaða persónu sem það að þessu þremur, að þá er það auðmýkt sem svo augljós. Já, nákvæmlega. Algjörlega. Og þá það spurning númer 15. Hvað felst í því að vera skýrður heilagum anda? Og það lesum við í Póstularsögunni 1:5. Því að Jóhannes skýrði með vatni, en þér skuluð skýrðir verða með heilagum anda, nú innan fárra daga. Svo segir hér að loforð Jesú til lærisveinana að þeir yrðu skýrðir heilagum anda rættist á hvítasunnuhátíðinni. En þá kom andinn yfir þá með miklum krafti og þeim voru gefnar yfirnáttúrulega gjafir. Eins getur gerst núna að henni trúuðu fáið úthellingu heilags anda og gjörðir klárir til að ljúka starfinu. Og þá vísað í Efesus 4:11-13. Og þegar Pétur predikaði á hvítasunnuhátíðinni, lofaði hann heyrendum sínum að þeir einnig myndu meðtaka gjafir heilags anda og að þessi gjöf andans stendur enn til boða í dag, eins og segir í Póstularsögunni 2:38. Og svo hér í lokin nokkra staðreyndir heilagan anda, og það að heilagur andi persóna og heilagur andi átti hlut í sköpun heimsins. Og heilagur andi mun verða úttelt víða áður en Jesús snýr aftur. Og svo að þeir sem skráðu bækur Biblíunnar gerðu svo innblásnir af heilagum anda. Og við getum öðlast réttan skilning á boðskap Biblíunnar aðeins undir leiðsögn heilags anda. Og heilagur andi gefur okkur gjafir til að gera okkur hæf í kristilegri þjónustu. Og heilagur andi gefur ávöxt sinn inn í líf okkar, en hann einkennist af lyndiseinkunn Krists og gerir okkur lík honum. Og svo álokum að við getum meðtekið heilagan anda með því einfaldlega að biðja Guð að gefa okkur hann. Og Guð vill endilega fylla þig af heilagum anda. Þetta mesta gjöfin sem Guð gefur þar til Jesús kemur aftur. Og svo hér í lokin spurning til þín. Ertu fús til þess að meðtaka heilagan anda og ertu fús að þjóna Guði og líkjast Jesú? Þegar við gerum það, þá verður trúar reynsla okkar og ganga með Jesú Kristi svo miklu fyllri en annars gæti nokkuð tíman orði. Því þá tökum við mark á öllum þremur persónu guðdómsins, föðurnum, syninum og heilagum anda. Og þetta vel þess virði, Jóhann, að taka þetta allt í greina. Algjörlega. En með þessu þá lýkur þessu hefti hjá okkur í dag og við bara þökkum fyrir.